Já, komið þið sæl og velkomin í Femínískar fréttir vikunar. Hér hjá mér eru í femíníska fréttahorninu. Það er Margrét Pétursdóttir og Andrea Helgadóttir. Velkomnar. Takk. Við ætlum aðeins að svona fara yfir kannski það helsta svona, því sem við getum flokkað sem femíníska fréttir eða það sem við geta hort á með femínísku gleraugunum í þessari viku. Og ég ætla kannski bara að byrja á því að tala aðeins við ykkur Eflingaverkfallið. Við hefum svona verið aðeins að fókusera á það líka hérna síðustu 2 þætti held ég. Sko ég hjó nú eftir því að Sólveig Anna kom í Rauðaborðið daginn og þar var hún einmitt að tala það að það væri svo merkilegt að þegar að láglaunakonur eru að fara í verkfall þá hefur engin áhuga að tala við þar. Svo þegar bílstjórarnir voru að fara í verkfall þá allt í einu byrjuðu fjölmiðlar að hringja inn og spurðu, getum við ekki fengið að tala við einhver að kalla? Þá var það allt í einu orðið svona valið að tala við einhvern sem var að fara í verkfall en ekki með láglaunakonurnar. Þannig að hérna það kemur svona þessi, kvenrétt þetta vinkill á ýmsum stöðum í gegn í tengslum við verkfall og þessar kjarabaráttu Eflingar. En það var fleira sem gerist í vikunni varðandi þetta. Já. Til dæmis eins og pistillinn Anna Sóleyjar. Já, það var kom svona í framhaldinu eftir síðasta miðvikudag. Það kom grein eftir hann Stefán Ólafsson. Og hann vildi endilega að fleiri myndu sína ekki bara Eflingu heldur Sólveigu önnustöðning þar sem búið verið að fara illa með hana. En Sólveig Tómasdóttir var svo sem ekki tilbúin í það. Tók þetta þannig að verið væri að biðja sérstakann stuðning við Sólveigu önnu en hún svo sem bara má meta það þannig, hún þarf ekkert að gera það en henni alveg frjálst að sína stuðning hver sem henni sýnist. En það náttúrulega þegar að manneskja eins og Sólveig Tómasdóttir hún er með þó nokkur völd svona innan síns geira, má segja þessi svo. Hún er valdamikill feministi. Hún er plattform, að það heyrst í henni. Já, nákvæmlega, fólk tekur mark á henni. En þá er kannski allt í lagi bara þó að Sólveig Anna hafi verið vondu vinkonunnar að þá má Sólveig kannski bara þegja. Það er líka allt í lagi. Já, einmitt. Og kannski, ég veit eins og að Sólveig er bara mjög, hún styður láglaunakonur. Hún er bara mjög öflugur feministi og ég er alveg viss að næst þegar hún situr á kanni þá mun hún hugsa til þeirra sem er inn í eldhúsinu að fara að vaska upp bjórglösin og þrífa borðinu eftir. Já. Þetta var svolítið svona, það voru margir sem að bentu á einhverju svona gamlar yfirlýsingar þar sem að hún er að styðja við lögreglu stjóran á höfuðborgarsvæðinu eða eitthvað eða svona og er að bakka upp konur fyrir að ekki sjá þær hlusta. Já, og svona, þú veist, kom fram bakka upp feminista sem eru virkilega úti að berjast og eru að drukna, að þá eigi feministar að taka sér til og standa með þeim. Og ég held að við séum ekkert í vafi það að Sólveig Anna er svo sem búin að vera á þvílíku hundarsundi. Já. Hvernig slæðir þetta þig, Andra? Þú ert svolítið svona hefur fylgst svolítið náðu með baráttunni? Já, mér fannst þetta hljómaði mjög undarlega fyrir mér einmitt sérstaklega þegar þetta var skoðað í ljósið þessara yfirlýsinga lögreglustjóra og þar var í rauninni meira að segja bara að tala að þú veist að það ætti að bakka upp bara ekki þó jafnvel þótt að það væri ekkit endilega vinusinu feministar, að það væri bara umdild kona í fronti. Já. Og mér fannst svolítið erfitt að horfa á þessa yfirlýsingu í ljósið þess að þar fer nú bara svona í rauninni leðustífil valdsins einhvern veginn, þú veist vald, hvað heitir þetta? Valdbóðs, hvað heitir þetta? Já, yfirmaður valdsins í rauninni. Já, svona, þú veist, og Sólveig er náttúrulega talsmaður þeirra algjörlega valdalausu. Einmitt. Og kvenna sem eiga náttúrulega, þú veist, ekkert. Eins og sagðir áðan, ég meina það er bara ekki haft samband við þær, það er gjörsamlega ósýnilegar þegar á að fara að fjalla einhver málefni í samfélaginu eða því sem er á dögunni. Kannski bara svona dýrta texta
viðtölin við konundar sem tala ekki íslensku? Já, það er, þú veist, ég meina... Nei, ég skildi ekki. Því að ég held að öll okkar sem hefum talað við þessar konur, sko, hafa því líka sögur að segja, sko. Já, en þær eru, sko, ég hef búin að til dæmis leita eftir viðtali við konur, sko, og þá er spurningum að þær tala flestar litáísku eða einhver önnur tungumál, sko, er kannski ekkit voðalega talandi á ensku endilega. Þannig að en fyrir svona einhverja stofnun eins og RÚV eða þið vitið, einhverja fjölmiðla sem að hafa eitthvað fjármagn. Þetta ætti ekki að vera mikið vandamál. Þannig að Og ég held að það verið svona hefð femíniska verkefni hafi alltaf verið, sko, þú veist, að bjóða svona þessu stigvildi einhvern veginn byrgin og horfa, ég meina þarna erum við með típiska kvennastétt, sko. Þú veist, þarna er konan sem bókstaflega, þú veist, eins og mamma en gengur og tekur til eftir því og býr rúmið þetta, skilur og mér finnst það nú bara svona eiginlega hálf forkastanlegt hvernig hægt er að hunsa í rauninni þess rödd þeirra og sko við erum líka bara með manneski sem kemur fram og talar þeirra máli, skilur, hún er mjög öflugur talsmaður og það er í rauninni hálf furðulegt einmitt hvernig svona þessir þungavittar feministar hafa getað einhvern veginn hummað það fram á sér. Já, einmitt. Nú finnst mér aðeins verkalýðshreyfingin vera að vakna einhvern veginn og átta sig á alvarleika málsins og það er svona heyrist meira finnst mér en ekkit ennþá í feministunum, sko. Þannig að en það er búið að vera mikill hasar hjá eflingafólki í dag. Nú heyrði ég í fréttunum áðan að lögreglan hefði mætt fyrir utan Íslands hótel. Já. Og Sólveig hefði talað, mér fannst það helviti flott, hún talaði bara við lögregluna á ensku í gegnum Gjallarhorn. Þannig að hún sagði bara, við viljum bara fá 5 manns inn, þú veist, og það snerist þetta bara það að þeir vildi ekki hleypa 5 verkfallsvörðum inn á þessi stóra hótel. Ég er bara elma yfir stórfelld verkfallsbrot á henni. Já, það bara stórfelld örgulega verkfallsbrot í gangi. Já, það kom fram líka. Það átt að fara í einhverju svona sightseeing túr með einhverja 2 á meðan hinni hlupu á hinni álmunni eða eitthvað. Sko, það er bara mjög augljós yfir heilming. Já, einmitt. Algjörlega. Ég meina það kom fram að það væri verktakar sem þeir væri búin að kalla til þess að gangi störfin, sko. Þannig ég ekki hissa. Maður átti alveg vonað þessu frá þeim. Já, einmitt. Herðu, næsta frétt, femíníska frétt vikunar. Ég ætla aðeins að, mér langar aðeins að tala frétt sem að ég sá bara í dag, birtist í dag á RÚV, að það er stjórnmálafræðingur sem hefur verið að rannsaka incel-hreyfinguna sem að tala það karlmenn sem skilgreina sig sem incel upplifa sig sem fórnarlömb finnist sem þeir eigi rétt á kynlífi eins og það sé bara og það sé verið að svíkja þá það af því að þeir eitthvað gangi ekki út eða eitthvað þannig að þetta er verið aðeins beiskir og kallir þetta ég vil svona involuntary celibacy að þvingað skírlífi og og þeir sjá sig sem rosalega fórnarlömb kvenna ég hafa jafnvel líkt þessu við þessu þvingaða skírlífi við eitthvað sem að þeir kalla öfuga nauðgun sem að ég bara fæ einhvern veginn ekki alveg skilið hvað það er en þetta er en þetta er sérst vaxandi, hefur verið vaxandi vandamál þessi menning og það er alltaf fleiri kallar sem að sérst eru vantarlega aldrei mikið einangraðir fyrir fram tölvuskjáin og eru að detta einhvern veginn inn í þessa biturð og þessa hennan andfeminisma í rauninni og bara fara að hata konur og kenna konum allar sínar ófarir. Ég held að það sé nú svona leiðandi stef í þessu hjá þeim að þeir séu fórnarlömb kvenréttinda. Já, þeir eru fórnarlömb feminismans. Og þú veist, út af því að konur eru ekki lengur svona bljúar og undirgefnar að þá
muni þeir ekki geta gengið út og þess vegna þar að lendi séð þeir þvingaðir í þetta skilllífi sitt sem að þeir og þess vegna brýsta út í miklu kvennhatri þessi viðhorf. Þetta svo líka gamalt bara þetta búið að vera viðloðandi til dæmis vændið að karlmennum finnast sem að vilja halda vændinu sem lögbindi það að þeir einmitt tala akkurat á þessum nótum að það sé verði að fatlaði menn og aðrir verði að geta fengið eitthvað kynlíf. Já, eins og það sé bara réttindi sem þú fæðist með. Eins og það sé einhver grunnréttindi, Þetta er svipin nálgun og hefur verið líka í sambandi við hvað heitir það sem að geta ekki átt börn? Hvað heitir það staðgöngumæðurinn? Þetta er það sama, að það eigi að vera standa öllum til boða að geta átt þessi réttindi, en þau eru náttúrulega ekki. Þetta er ekki mannréttindi. Þetta er ekki hluti af okkar grunnréttindum, þannig að þetta eru menn sem er algjörlega út á túni í þessari umræðu. En hvað er það eins og það sem að gera þetta verkum? Er þetta bara umræðan þeirra á milli? Það er séð einhverju búblu? Er þetta líka, að þeir eru bara einangraðir inn á netinu? Í einhverjum ákveðnum kreðsum? Það er góð spurning, þeir eru að hvetja til, það er náttúrulega ákveðni kannski menn sem eru svona þekktir fyrir ákveðna orðræðu líka, þannig að sem eru kannski svona hvetja, kalla áfram og er að reyna mata þá á alls konar samsærskenningum og þannig að ég veit það ekki. Ég hugsa svona í mörgum tilfellum þannig að sé menn sem að þjáist af einhvers konar lágu sjálfsáliti og þá er þeir náttúrulega low hanging fruit í rauninni fyrir einhvers konar svona radikaliseringu gegn feminisma sem að það náttúrulega geta alveg verið einhvers konar agenda hjá einhverjum aðilum. En það kemur fram mér það ekki í sér í greina að það á eitthvað að fara að vinna? Jú, það á að fara að vinna tölvuleik til þess að reyna að hafa áhrif á þessa menn. En því þetta er líka, ég vil kannski bara taka fram líka að það eru, það hafa menn bara framið ódæðisverk og fjöldamorð jafnvel í nánast í nafni þessa, incel, eða þess að þeir hafa kannski vitnað í þessa hreyfingu. Akkurat. Jafnvel áður en þeir frömdu ódæðið. Þannig að þetta er svona, en það á að reyna að hafa áhrif með einhverju tölvuleik, þannig að það verður mjög forvitnilegt að vita hvort og ef þá hvernig það virki Mjög áhugaverð tilraun svona í ljósi þess hvernig þessi svona vængur kallmennskur hreyfingarinnar sem að lítur á sig sem fórnarlamb feminisma hefur hagað sér á internetinu gagnvart til dæmis forriturum eða developerum sem að eru að hanna tölvuleiki og eru kvenkyns að það hefur verið mjög gróf umræða og það sem að hefur verið doxa það er kallað þegar búið að koma ljóstur upp heimilisföng fólks á netinum innan svona einhverju hópa sem eru svolítið svona öfgakenndir í sínum skoðunum og tali og hafa einmitt gerstsekir það að gera alvöru úr svona hótunum að það hafi verið borist svona fysikal ógnir á heimili kvenna sem að starfa í tölvuleiki bransanum og fyrir engar sakir aðra heldur en það er bara að vera kvenkyns og starfa í þessum geira. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert. Þessi vinkill og þetta er mjög forvitnilegt hvort þetta yfir höfuð gæti, hvort það er ekki bara verið að snerta það á einhverju stað sem við vil ekki snerta sig. Það verður að koma í ljós. Það verður mjög áhugavert að fylgjast með framhaldinu á þessu. Önnur frétt sem ég rakst á sem kemur beint feminismanum við, við erum ennþá að sjá svona heiðursmorð og núna var að segja frá heiðursmorði á írakskri stúlku, þannig að það er ekki bara mál hennar Mössu Amini sem að er verið að mótmæla núna í Írak, heldur núna líka er verið að mótmæla þessu heiðursmorði á þessari ungu konu sem að hafði í rauninni
flutt, hún fer með foreldrum sínum fyrir einhverju síðan í frí til Tyrklands frá Divania héraði í suðurhluta Íraks, þar sem hún bjó, og hún bara klaufsu svolítið frá fjölskyldun, sagði ég ætla bara eftir hér, ákvað bara að lifa nútíma lífi, búin að búa þar og eiga kærasta og svona verða svona YouTube-stjarna í rauninni í Tyrklandi, og svo fer hún í heimsókn bara frí til fjölskyldunar og pabbennar kirkir hana. Þannig að þetta er einhvern veginn svona, já, þetta er ekki innleikið. Það er rústur, það er svona, maður er að spáða hvort þetta fylgir bara kynslóðaskiptunum sem er að vera þarna. Þú veist, það er að koma að spretta upp ungt fólk þarna sem er náttúrulega bara með heiminn að fótum sér og er orðið víðförlara og veit meira gegnum internetu og annað. Og það er náttúrulega bara rís upp og hefur ekki áhuga á þessu gamla kerfi sem er algjörlega úldið. En hafi ekki komið upp svona bylgjur áður? Svona bara Íran og hvernig Jú, og hvernig afturför verður síðan, þú veist, að það maður má ekki alltaf horfa mikið á nútímann sem einhvern veginn einhvern endapunkt einhverja þróunar, því að við göngum mjög oft í einhverjum bylgjum í sérstaklega mannréttindum og svona viðhorfum almennt. Og það verður afturför og svona backlash á ýmisréttindi, eins og við erum kannski að horfa upp á líka til dæmis með réttindi samkynhneigðra á Vesturlöndum og svona ákveðin afturför kemur oft bakslag í alla baráttu. Það er oft sem það kemur eftir stöðnum, þá kemur smá. Já, þá kemur upp svo veit maður ekki hvað, eins og í þessu tilfelli, það er svona baksaga líka í þessu dæmi, sem er svo að hún hafi orðið eftir í Tyrklandi að því að bróður hennar eigi að hafa beitt hana kynferðisofbeldi og hún hafi verið að flýja það og mótmála því. Þannig að maður veit ekki hvaða fjölskyldu átök eru þarna baki heldur, en þetta er samt bara, þetta er grátlegt að þetta sé ennþá. Að því, svo er svo skrítið með Íran, þetta er svo ofboðslega nútímalegt fólk í rauninni, að maður horfir á bíómynd, kvikmyndir frá Íran og svona. Það er margt í rauninni svo ótrúlega vestrænt við íransku þjóðina með að við margar nágranna þjóðir hana. Þannig að því þeir voru náttúrulega líka svo vestrænir þangað til að klekkastjórnin tekur við. Tiltrúlega mikið. Já, þannig að þetta er dálítið ólíkt þjóðunum hann í kring. En já, þetta er svona. Það var frétt líka í vikunni að kynfæri 4 milljóna stúlkna verði limlest í ár. Þetta er mjög sárfrétt að lesa. Að bara sjá þessa tölur, þetta er svo sláandi, einhvern veginn á ennþá líka. Og en það er svona ljóspunktur í þessu líka, það er verið að tala að fyrsta aðgerðin hér á landi, þar sem er verið að laga limlestingu, kynfæralimlestingu á mannsku sem hefur flutt hingað frá einhverju af þessum löndum sem er að limlesta kynfæri kvenna. Fyrsta aðgerðin var framkvæmd núna nýlega af lýtalækni á Íslandi. Vel gert. Já, þannig að það er mjög ánægilegt. En þetta er samt, eins og þú segir, þetta eru svakalega tölur. Þetta er bara á 15 sekúndna fresti er verið að limlesta kynfæri stúlku. Bara í heiminum. Það er svakalegt. Þannig að maður svona bara fær hálfgerðan hroll við að lesa svona fréttir. Já. Í einhverjum tilfellum þá var náttúrulega ekki tætt að taka svona limlestingu tilbaka sem að við erum að fjarlæga líffæri sjálft, þú veist, þannig að þá er það er ekki tætt að skila því. Nei, einmitt. Þannig að maður veit ekki alveg hvernig þetta er gert, en maður huggar sig samt við það hlýtur að vera eitthvað hægt að gera úr því að þeir geta gert transaðgerðir og byggt upp kynfæri frá grunni, þá hljóta þeir geta gert eitthvað. Þannig að séu einhverju taugaendar sem þið getur kannski virkjað. Vonandi. Já, vonandi. Já, svo er nú líka
það alltaf að koma meir og meir þekking í varðandi taugafræðina líka sko. Það hérna taugafrumur öndun í sig sem var talið að væri ekki. Þannig að maður bara vonar að það sé eitthvað hægt að gera. En já, ég held að við séum ekki höfum þetta ekki lengra í dag. Er ég að gleyma einhverju feministkri fólkgreislur? Herðu fullum að tala heimagreiðslunar. Já. Það var svona það sem ég ætla að fá þig til þess að koma og tala um. Ég er alveg hérna líka alveg bara býtu, ég er að gleyma einhverju. Foreldra greiðslunar sem eru til umræðu núna. Já, voru til umræðu hérna í borgarstjórninni. Það komu þessar 2 tillögur, annars vegar frá Flokki fólksins og hins vegar frá Sjálfstæðisflokki. Voru einhverju leyti dálítið ólíkar. En þetta er viðkvæmt subject, sko. Þetta er viðkvæmt málumni og er feministar hafa löngum andmælt þessu í rauninni, fundist þetta ekki vera góð leið. Og en við höfum haft ákveðin vingil á þetta sem er kannski meira praktískur heldur en idealískur varðandi svona afstöðu til einhvers konar greiðslna til foreldra sem þurfa að sitja heima. Og það sprettur kannski af því að í sjónarmiði það að fara að borga konum heim eða sem að Sabine Leskop nefnir eldavélar hvað var þetta kallað, eldavélar greiðslu, ég man ekki hvað það var. Og við þurfum það að í 95% tilfellum sé það konan sem að tekur við greiðslunni og hangir svo heima með barnið og svona. En við erum alltaf að horfa á ákveðið vandamál hérna í borginni og það er að fæðingarorlofið því sleppir áður heldur en að leikskóladvöl getur hafist. Og það eru bara fullt af foreldrar sem að hanga þarna í lausalofti og það er ekki þannig að það sé verið að búa til, í okkar huga allavega ekki, eða eigi að búa til eitthvað svona hliðakerfi þar sem að sérstaklega eins og í tillögu Sjálfstæðisflokksins átti í rauninni bara borga fólki, þennan peninga og borgin hefur náttúrulega enga forsendu til þess að fylgjast með því hvort að fólk er heima að gefa barninu sínu þessa gæðastundir sem að ættu í rauninni það er það sem að fyrstu 5 hafa verið að kalla eftir varandi lengingu fæðingarorlofs og ef þetta ætti að vera einhvers konar staðgengill þess sem að borgin tæki að sér að framkvæma fyrir hönd í rauninni ríkisins sem að það á í rauninni ætti undir öllum meðlum kringustæðum að lengja fæðingarorlof þannig að þetta væri raunhæfur valkostur og það eru margar ástæður fyrir því en það er að ríki sem skattheimtuvald getur fylgst með því að fólk sé í raun og veru að vera heima með barninu sinu, það getur borgin ekki neitt gert og það er ekkert eitthvað sem við myndum vilja sjá en það hafa börn gott af því að læra samskipti og það er mjög ítarleg námskrá unnina fagfólki sem að þekki til þroska barna og allt það og uppeldisfræði og annað og það er mikilvægt starf auðvitað og sérstaklega það sem einmitt Sabine hefur komið inn á er varðandi börn af erlendum uppruna að þarna fer fram mjög mikilvæg íslensku kennsla til dæmis og það að fólk fái og líka bara það að verði ekki einhver einangrun meðal þeirra sem eru ekki með svona típiska íslenska bakgrunn en raunveruleikin er samt sá að í stöðunni eins og innan núna þá er bara fólk heima það bara fær ekki neitt borga fyrir það og í flestum tilfellum, örgulega 95% tilfella er það konan þannig að þá er bara spurningin á maður ekki bara að borga fyrir þetta og nota þetta sem einhvers konar bráðabirra lausn og með alveg mjög skýrum fyrirvara að það sé aðeins til þess að leysa þennan bráða vanda sem stendur uppi á meðan það var náttúrulega búið að lofa þessu og það kannski kemur til af því að það var búið að lofa því að öll börn undir á 12 mánaða aldrei myndu komast inn
en eins og að þá skilst mér að talan liggi í 11%. Það er 11% 12 mánaða barna komist inn í leikskóla og það náttúrulega, það vandamál sem þarf einhvern veginn að leysa og sérstaklega þegar fólk stendur í þessum sporum að vera bara að standa í miklum tekjumissi og vandamálum. Og dagforeldrakerfið var náttúrulega leyst upp í rauninni, sko. Ég sem mér búin að leysa jafnréttisliðina á þessum máli, sko. Og þá þurfti bara foreldragreiðslurnar að vera nóg anskoti háar, sko. Þannig að Hvað kostar það að hafa manneskju í starfi á leikskóla? Ég bara ekki með þær tölur. Er búið að gera einhverja könnun á því? Ég held að hugmyndin hafi verið, sko, að taka, ég man ekki hvora tillögunni það var. Ég held að það hafi kannski mögulega verið bara Flokkur fólksins. Það var með aðeins ítalegri greinargerð sem fylgdi þeirra tillögu að það ætti í rauninni bara að ganga út frá þeirri eyrnamerktu fjárhæð sem að fylgi hverju barni inn í leikskólan sem að tæknilega sé að sparast af því að barni kemst ekki inn og það ætti bara að fara að ganga út frá henni og borga foreldrinu sem að koninni líklega fyrir að vera heima með barni. Það verið mjög forréttnilegt að fylgjast með þróun þessa máls, hvernig þetta endar. Bara, ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna og